Þingeyraklaustur þekkt fyrir mikla og merkilega bókagerð á miðöldum og við erum sem sagt að leita að leyfum eftir það. Og það ekki bara leifar sem sagt af bókunum, heldur svona leyfum eftir allt ferlið í bókagerðinni, allt frá því að nautgripur ræktaður og í það að verða bók. Við erum líka að skoða samfélagsleg áhrif og þá ég að hugsa eins og svartadauða, hvaða áhrif hafði það á bókagerðina. Þetta var rekið lengst allra klaustra á Íslandi og það var líka má segja eitt af þeim farsælustu. Þráttur þennan langa rekstratíma og rekið lengst af öllum klaustrum á Íslandi, að þá svona kannski minna varðveitt til hér. En við erum að vona að fornleifarnar hjálpa okkur þarna og fylli svolítið í það sem að vantar. Og við höfum þegar fundið eitthvað af klausturgripum. Vonandi finnum við líka eitthvað eftir bókagerðina. Við fundum nú eina gröf eins klausturhaldarans hér, Jóns Þorleifssonar, núna á dögunum. Og þar fannst þessi gullhringur og hann var líka jarðaður með húfu sem var mikið í tísku meðal fyrirmanna á þessum tíma. En það mjög djúpt á minjarnar og þannig að þetta tekur tíma. Ég að gera svona sýndarveruleika bókasafn fyrir Þingeyraklaustur. Þá á fólk bara að geta rauninni labbað inn í herbergið þar sem þau voru og valið bók bara eins og í tölvuleik og tekið hann upp og fengið að sjá úr henni hvað hún var eða eitthvað bókina. Námsbraut í fornleifafræði og Jarðvísindastofnun, við eigum saman tæki til dæmis sem við höfum bara keypt í sameiningu og eins hefur Jarðvísindastofnun lánað okkur tæki. Þetta samstarfi hefur staðið í mörg ár og hefur verið mjög farsælt og skiptir okkur gríðarlega miklu máli. Við höfum lagt áherslu á hérna í þessu verkefni að skoða svona samspil manns og náttúru og ég held að við getum lært af því í nútímanum, hvernig þetta var hérna áður fyrr, hvaða áhrif hafði það á náttúruna að vera með stóra bústofna og eins líka náttúrulega hér var svartidauði, geisaði hann 1400 og þannig að við getum lært af því í sambandi við COVID núna.